Það var vel við hæfi að Njarðvíkingurinn Þórarinn Ingi Ingason, flugstjóri á þyrlum Landhelgisgæslunnar, flýi suður með sjó, en hann lenti svo þyrlunni fyrir framan ytri Njarðvíkurkirkju áður en minningarstund fórnarlömb umferðarslysa fór fram í kirkjunni á sunnudag. En sá dagur var tileinkaður verkefninu. Það gustaði vel á nærstadda þegar Tóti lenti þyrlunni en flugstjórinn flaug yfir Njarðvíkurskóla á leiðinni en þar stundaði drengurinn sitt grunnskólanám. Fjölmenni mætti á minningarstunduna. Hún hófst á slaginu 2 þegar kvennakór Suðurnesja söng lagið I Think of Angels eftir KK. En lagið var spilað á öllum útvarpsstöðvum landsins á sama tíma og einkennislag þessa minningardags sem haldin árlega. Séra Helga Kolbeinsdóttir sagði frá tilurð dagsins og Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, flutti ávarp. Hvernig var að lenda hérna? Bara gaman. En það ekki? Slóðan. Hefurðu lent hérna áður? Ekki hér. Þannig að gaman að lenda heim á slóðum, getur þú sagt? Sérstakar aðstæður? Já, þetta er bara gaman. Njarðvíkurskóli hérna, það sem öllum í skólaganga var. Já, einmitt. Og hvað, var auðvelt að lenda hérna? Já, þetta voru nú búin að undirbúa okkur aðeins, bara með aðstæður og svona. Og þetta lendum mjög víða allt land, inn í sveitarfélögum og ef þess þarf og á þröngum stöðum. Og náttúrulega tilefnið sérstakt og mikilvægt. Já, það er klálega ástæða til að taka þátt í því. Já. Ertu alltaf mikill Suðurnesjamaður? Já, alltaf áfram Njarðvík, sko. Má það? Já, þú ert í Njarðvík. Þá vil ég líka fá að lyfta upp og þakka fyrir allt það fólk sem í sínum störfum kemur á vettvang umferðarslysa fyrir þeirra mikilvæga og eigingjarna starf. Margir finna í dag fyrir sorg og saknaði vegna þeirra fjölmörgu slysa sem verða hér ár í umferðinni. Og það hefur valdið djúpri sorg í lífi margra, þau slys sem hafa orðið og hafa kostað mannslíf og heilsu. Og það bara falleg og mikilvæg hefð að koma saman á þessum degi og heiðra minningu látinna. Hvert einasta líf svo óendanlega dýrmætt og okkur ber að gera allt okkar valdi stendur til að tryggja öryggi allra í umferðinni. Hvert sinn sem við tökum þátt í umferðinni berum við ábyrgð, mikla ábyrgð. Ekki aðeins okkur sjálfum, heldur líka öllum hinum sem eru í umferðinu og á veginn. Við berum ábyrgð á barninu í aftursætinu, hjólreiðamanninu við veginn, ökumanninu sem kemur á móti, gangandi vegfarendum sem treysta á að bílstjórar fari eftir umferðarreglum og merkjum. Umferðin er sameiginlegt samfélagsverkefni og þar byggir öryggið á samkennd, tillitssemi og virðingu.